Spurningakeppni framhaldsskólanna Gettu betur. Áttalega úrslitin halda áfram í kvöld og hingað eru komnir tveir frábæru skólar, annars vegar Verslunarskóli Íslands og hins vegar Menntaskólinn í Reykjavík. Næstu föstudag ætlum við að komast að því hvaða skólar komast alla leið í undanúrslit og svo í úrslit síðar meir. En Verkmenntaskóli Austurlands var fyrsti skólinn til að tryggja sig áfram í undanúrslit, gerði það með sigri á FA í síðustu viku eftir hörku spennandi keppni. Og ég held að við fáum ekkert síður spennandi keppni hér í kvöld, því þetta eru skólarnir sem að annars vegar vann í fyrra og svo árið þar áður. Þannig að síðustu tveir sigurvegarar hljóðnamanns sitja hér í kvöld og eigast í áttalega úrslitum. Spurningahöfundur og dómarar, Jóhann Alfreð Kristinsson og Laufey Haraldsdóttir og að sjálfsögðu Helga Margrét Höskuldsdóttir sem að situr inn í myndstjórn, nýbúin að lesa íþróttafréttir, klári slaginn. Hvað segir þið gott? Bara gott. Við erum held ég bara feiklega spennt fyrir keppninni og maður finnur það á stuðningsliðunum að það er bara mikið stuð og þessi skólar auðvitað þekktir fyrir að kljást, gera það held ég árlega að lágmarki. Þannig að, og þetta fór vel að stað síðustu helgi. Já, stemdi í bráðabanna á tímabilið þarna og frábær söngatriði og bara mjög gaman í síðustu. Tónlistaratriði nefnilega, það við að því að sko, við vitum í sjálfsög hvað spurningar koma, en við vitum ekki alveg hvernig tónlistaratriðin verða. Við vorum feikilega ánægð með þau síðustu helgi og erum spennt að sjá þau á eftir líka. Það voru íslenskt þema í kvöld, ég get sagt ykkur það. Já. Mjög spennandi. En eins og kom fram hér í upphafi þá er það Versló og MR sem eigast við í kvöld. MR er sigursælasti skólinn í Gettu betur með 22 sigra og Verslunarskólinn það er ákveðin sigurhefð hjá MR-ingum og eru handhafi hljóðnumanns en Verslunarskólinn eins og ég tók fram hér áðan vann árið þar áður og hefur tvisvar fagnað sigri í þessari keppni. Nú, ég ætla að byrja því að ræða þess við keppendur, ég ætla að byrja ykkur MR. Hvað segir þið gott? Bara fínt. Já. Katla, þú varst í liðinu í fyrra. Jú. Þú ert í handhafi hljóðnumanns, svona formulega. Þar hefurðu verið að geyma hann svona? Hann hefur bara verið hér, sko. Já, þið fóru bara með hann hingað? Nei, hann var tekinn á okkur. Ok. Það var ekki ég lofa, það var ekki ég. Nei, það er ekkert mál. En þið, hvernig var að koma svona inn í liðið? Það var ógeðslega gaman, sko. Bara, alveg frábært. Það er bara stuð. Já, fylgir þessu ákveðin pressa að vera liðið sem allir vilja vinna? Nei, einhver bara alveg saman það. Já, akkurát. En svona, þið verða að vera alveg hreinskilin. Hvernig fannst ykkur að dragast á móti Versló í áttalega úrslitum? Gaman. Já, bara spennandi, sko. Já, ok. Ég fæ bara mjög svona diplómatísk svör hérna í kvöld, ekki máli. En hvað gerðu þið í dag? Fórum í sund, eins og venjulega. Borðum á Granda mathöll og horfum við þetta á Seinfeld. Fórum í Hagkaup. Bara þessi stóru mál. Hvað stóð upp úr í dag? Það var ekki Seinfeld. Jú. Já, einmitt. Þið eru hans bara tilbúin í dag. Já. Búin að æfa vel, vænti ég. Var ekki ásatíð í gær? Jú. Þið fóruð ekki? Nei. Svona verið Gettu betur liðið MR. Það eru bara ákveðnar reglur hér sem þarf að fylgja. Það er að færa fórnir. Þið megið kynna ykkur. Ég heiti Davíð Birgisson. Ég heiti Katla Ólafsdóttir. Og ég heiti Steindór Snær Hálfdanarson. Þetta er lið MR, en á mína hægri hönd situr lið Verslunarskólans. Hvað segir þið gott? Alltaf besta. Alltaf besta? Hvað eru þið að bralla í skólanum þessa dagana? Það er alltaf einhverju svona vikur hjá okkur. Já. Það er góðgerðavika núna. Góðgerðavika. Og hvað gerir þið í góðgerðaviku? Það er svona alls konar áskoranir og safna pening frá nemendum. Já. Hjálpa Úkraínum. Þessar er það þeir styrta barnan í Úkraínu. Já, einmitt. Og þetta er stór vika eins og margar hjá ykkur, ekki satt? Jú. Já. Það var ekki ásatíð í ykkur í gær? Nei. Nei, það styttist. Já, stutt. Já, 23. febrúar. Já, stutt í Nemo. Stutt í Nemo. Þið eru búin að æfa vel, sem er leiðis. Já. Hvernig hefur gengið svona undirbúningur? Bara vel. Bara, Já. Þið ætlaði kannski ekkert að gefa upp. Hvernig er svona æft hjá okkur? Já, bara æft mikið og vel. Mikið og vel, já. Það er ekkert verið að fara djúpt í þetta hér. Nei, þið er besta mál. Hvað gerir þið í dag? Fórum í sund. Já, fórum í Siðbælaug í Hafnarfirðinum fagra og fengum okkur pilsu eftir það. Fórum síðan í Vídalskirkju. Já. Fengum blessun frá séra Matthildi sem er uppáhaldspresturinn okkar. Já. Algjörlega, fórum síðan og kíktum á líðin upp í skóla og kíktum aðeins. Fórum á Kúmen. Fórum síðan á Kúmen einmitt. Já. Komum síðan bara hingað. Já, komum síðan hingað. Góður dagur. Já. Mjög góður dagur. Já.
Ég sé að allavega bjart yfir ykkur, þið eru mjög klárir í slaginn. Já. Algjörlega. Frábært, þið megið kynna ykkur. Ég heiti Elisabeth Narda Santos. Ég heiti Tómas Ragnarsson. Og ég heiti Viktor Sigurðarsson. Já. Það er alltaf lagt mikið í söngvana í þessum skólum. Það er engin breyting á já, sé ég. En spurningaliðirnir, þeir eru nú bara eins og við eigum að venjast. Hraðaspurningarnar eru í 90 sekúndur, svo er það staðreyndavitlu spurningin. Því næst förum við í 12 spjölduspurningar, þar sem að 2 stig eru gefin fyrir hvert rétt svar. Svo eru það vísbendingaspurningarnar 2 sem eru í 3 liðum og að lokum er það þríþrautin. Og við fáum, eins og við komum inn á hér áðan, sjálfsögðu að fá að heyra flott skemmtiatriði frá skólunum. En fyrst eru það hraðaspurningarnar og Laufey og Jóhann, við þurfum nú ekkert að fara ítarlega í það. Við vitum að Verslunarskólinn er nær okkur. Já. Hann er mjög nálægt og MR í sjálfu sér alls ekki langt frá, en það eru MR sem kemur lengra að, þannig að hvort má bjóða ykkur loðnuna eða landvætti? Með ekki landvættir. Landvættir. Og það er loðnan sem kemur upp, þannig að þið verslingar, þið með ákveða. Við ætlum að fá að víkja. Við ætlum að fá að víkja. Á meðan Verslunarskólinn víkur, þá ætlum við aðeins að fá að kynnast lífinu í MR og með skilst að Daníel Óskar Jóhannesson sé kominn við MR. Jú, það er rétt. Við erum stödd við Menntaskólann í Reykjavík, Lærða-skólann, núverandi meistara, Gettu betur, og við ætlum að taka liðið á smá spjall. Komið með mér. Ég heiti Steinþór, ég er mjög góður í sögu íslenskrar matargerðar, sérstaklega með 15. öldinni og ég er mjög lélegur í að muna nöfn og áratugstölu, það er ég geta ekki. Ég heiti Katla, mínir helstu styrkleikar eru mongólsk stjórnmálasaga á 20. öldinni. Mínir helstu veikleikar eru svona almennur fróðleikur, ég veit ekki mjög mikið. Ég heiti Davíð og ég er svo góður í íslenskum kvikmyndum á 8. áratugnum. En ég er ekki mjög góður í fréttum, ég hef ekki lesið fréttir í 3 ár og mikið neikvæðni. Geturðu komið með Shrek eftirhermi fyrir mig? Shrek? Já. Donkey. Já, þetta er mjög gott. Þetta er frábært. Ef þú fengir að taka einn hlut með þér á eyðieyju, hvaða hlutur yrði fyrir valinu? Það er bók og mögulega, veit ekki hvaða bók, einhver bara ógeðslega löng bók. Nú ætla MR-ingar að teikna lið Verslunarskólans. Þú ert að fara að teikna hvern? Tómas Orra. Nördu. Þú ert að fara að teikna Viktor. Hárrétt. Þú fær 1 mínútu. Gjörðu svo vel. Það er ekki margir sem byrja á nefinu. Þetta er ný taktík. Hver er uppáhalds bíómyndin? Uppáhaldsmyndin mín er heimildamyndin Hlammur. Uppáhaldsmyndi mín er Mean Girls. Uppáhaldsmyndi mín er eina íslenska kvikmynd 8. áratugsins, Morðsaga. Hver af ykkur svarar hraðaspurningum hraðast? Katla. Já, Katla. Já, ég. Hver af ykkur er líklegastur til þess að gera sig að fífli í almenningi? Davíð. Já, Davíð. Já, ok. Ég er meiri hluti ræður. Hver er uppáhaldsliturinn, Steinþór? Appelsínugulur. En ég er litblindur, þannig að ég get ekki á bestu leið að dæmi það. Hvað er uppáhaldslagið þitt? Verðum við ekki öll með sami uppáhaldslagið? Gátinn. Jú, Gáta með Sigitúr. Og getið sungið það fyrir mig? Gáta mus Sigitúr, jú Ernesto sumus. Jæja, krakkar. MR Vaffi. Þetta er svolítið stór keppni, eða ekki? Heldur betur. Þið eru náttúrulega ríkjandi Gettu betur meistarar. Er pressa á ykkur?
Nei, ég myndi ekki segja það. Nei, þið eru ekkert stressuð? Nei. Nei, við erum bara sigurviss. Eru þið með einhver... Já, það vel valið. Þetta var lið Menntaskólans í Reykjavík. Þau eru komin á sinn stað þar sem þau ætla að svara hraðaspurningum 90 sekundur og 1 stig fyrir hvert rétt svar. Eru þið tilbúin? Já. Já. Þá byrjum við núna. Hver sló met í fjölda Grammy-verðlauna á dögunum? Bjarnsteinn. Rétt. Í hvaða borg er Akrópólis hæð? Allir. Rétt. Hversu mörg kílógrömm eru 4 merkur? 1. Rétt. Hvaða hönnunarskóla stofnaði Walter Gropius? Pass. Hvers konar verslanir eru Tesco's, Sainsbury's, Morrison og Waitrose í Bretlandi? Matvörubúðir. Rétt. Hvaða foss í Arnarfirði er einnig kallað? Rétt. Hvaða fyrirbæri er til í tegundanum upp, niður, sérstæða, þokki? Til hvaða félags í MLS-deildinni gegn Dagur Dan Þórhallsson á dögunum? Pass. Í hvaða ríkir Hinrik Stórhertogi þjóðhöfðingi? Luxemburg. Rétt. Hvaða eftirnafn hefur Snæfríður Íslandssól í Íslandsklugunni? Eidalinn. Rétt. Hvað heit fyrsti íslenski togarinn sem kom hingað til lands? Ránt. Í hvaða landi var lággjaldaflugfélagið Ryanair stofnað? Írlandi. Rétt. Hvaða lag rapparans Coolio hefst á línunni As I Walk Through the Valley of the Shadow of Death? Pass. Hver skrifaði skáldsöguna Þrúgur reiðinnar? Stabbi. Rétt. Hvað var Prómeþeifur refsa fyrir að færa mannfólki samkvæmt grískri? Rétt. Hvar gegndi Perves Mússaraf sem féll frá dögulum? Rétt. Hvaða bandaríska söngkona lék Evu Perón í myndinni Evita frá 1996? Hvaða líffæri ýmis bjó til skýin samkvæmt norrænni goðafræði? Heilinn. Rétt. Í hvaða íþróttagrein bætti Erna Sóley Gunnarsdóttir Íslandsmet innanhús á dögunum? Rétt. Hver var Bandaríkjaforseti við fráfall Kennedys? Johnson. Rétt. Í hvaða íslensku sjónvarpsþáttum heita aðalpersónurnar Vala og Júlíana? Valentón. Rétt. Hvaðan eru Bulgogi réttir? Búlgaríu. Ránt. Hvers lensk er 80s synthapop hljómsveitin AHA? Írsk. Sænsk. Ránt. Hver er höfuðborg Haítí? Honduras. Rétt. Hver hlaut íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir bókina Apríl sólarkvöldi? Elfur. Ránt. Hvaða pottablöndu er hægt að nota við brunasárum? Pass. Hver er... Var ég byrjuð? Já. Hver er nýr sveitarstjóri í Norðurþingi? Katrín Sigurðardóttir. Rétt. Þetta var... Fáið þess... nafnið. Við þurfum að fá þetta... Allt í góðum? Já. Á meðan við ætlum að fara aðeins yfir þetta, þá ætlum við að kynnast lífinu í Versló. Daniel er komið þangað. Já, býttanum að fara. Jú, það er rétt. Herðu, við erum mætt hérna við Verslunarskóla Íslands. Höllin hérna baka mig, það eru framkvæmdir og við ætlum að kynnast liðinu aðeins betur. Kíkjum á þig. Sjáu þetta. Þetta er Verslunarskóli Íslands. Ég heiti Elisabeth Narda Santos. Styrkleikarnir mínu eru tónlist, líffræði, innlend stjórnmál og svona bleikspurningarnar. Ég heiti Tómasar Ragnarsson. Ég sé svona landafræðina, náttúrufræðina, sagnfræðina, bókmenntir, eitthvað svona nördadótið bara. Og ég heiti Viktor Sigurðarsson. Ég sé íþróttirnar, erlend stjórnmál eitthvað og sögu eitthvað henni. Kvikmyndir. Veikleika og kvikmyndir. Ef þú fengir að taka einn hlut með þér á eyðieyju, hvaða hlutur yrði fyrir valinu? Klósapapir. Eitthvað matakinn, sérlega bara pítsu. Nei, hamborgara. Ég myndi taka með mér sundskílu. Jæja, nú er komið að því að lið Versló ætlar að teikna lið MR. Viktor, þú ert að teikna hvern? Ég teikna Davíð. Þú hefur 1 mínútu, tíminn fer í gang. Núna, gerðu svo vel. Hver svarar hraðaspurningum hraðast? Tómas. Já. Tómas. Þú ert að fara að teikna Steinþór, eða ekki? Jú. Þú hefur 1 mínútu, gjörðu svo vel. Hver er líklegastur til þess að gera sig að fífli í almenningi? Villi Smálsson sé ég. Þú rannst á hann í snjónum. Ég er alltaf þetta. Já. Það er komið að Nördu, hún ætlar að teikna hana Kötlu, gerðu svo vel. Hvert er uppáhaldslagið þitt? Akkurat núna þá er það betri til en stöðmönnum. Ég hlusta á Easy Lover með Phil Collins daginn og ég elska það, þannig að ég ætla að segja það. Ég myndi segja kannski bara Ghost Town. Kann ég verst. Geturðu sungið það fyrir mig? Bráðum kemur ekki betri tíð. Someday we can set it off. Someday we can get this off.
Baby, don't you bet on all I bet. Tíminn búinn. Nú eru þið að fara að keppa á móti MR. Þau unnu í fyrra. Hvernig leggst keppnin í ykkur? Bara ágætlega. Já, mjög. Við höfum trú á okkur, sko. Já. Mjög hvetjandi að hugsa inn í þeirra. En vonandi þá bara kemur þetta núna. Algjörlega. Eru þið... Mjög skrítið að horfa á þetta ekki syngið, en þetta víst í lagi á vefnum og við veitum ekkert hvað við þurfum að fara yfir þetta allt saman, en það hægt að horfa á þetta á vefnum, í syngi. Eru þið tilbúinir hraðspurningar, Vesturskólinn? Já. Þá byrjum við núna. Hver sló met í fjölda Grammy-verðlauna á dögunum? Björnsson. Rétt. Í hvaða borg Akrópólis hæð? Aðrið. Rétt. Hversu mörg kílógramm eru 4 merkur? 10. Ránt. Hvaða hönnunarskóla stofnaði Walter Gropius? Báhás. Rétt. Hvers konar verslanir eru Tesco, Sainsbury's, Morrison og Waitrose? Rétt. Hvaða foss í Arnarfirði er einnig kallaður Fjallfoss? Dynjandi. Rétt. Hvaða fyrirbæri er til í tegundunum upp, niður, sérstæða þokki, toppur og botn? Pass. Til hvaða félags í MLS-deildinni gekk Dagur Dan Þórhallsson og Orlando City. Rétt. Í hvaða rík er Hinrik Stórhertogi þjóðhöfðingi? Parsborg. Ránt. Hvaða eftirnafn hefur Snæfríður Íslandssól í Íslandsklukkunni? Pass. Hvað heit fyrsti íslenski togarinn sem kom hingað til lands ára 90... Ránt. Í hvaða landi var lággjaldaflugfélagið Ryanair stofnað? Írlandi. Rétt. Hvaða lag rapparans Coolio hefst á línunni as a walk through James Brothers. Rétt. Hver skrifaði skáldsöguna Þrúgur reiðinnar? Stabæk. Rétt. Hvað var Prómeþei við refsað fyrir að færa mannfólki samkvæmt grískri goðafræði? Ránt. Hvar gegndi Pervez Musharraf sem fjall frá dögunum embætti forseta? Rétt. Hvaða bandaríska söngkona lék Evu Perón í myndinni Evita frá 1996? Rétt. Hvaða líffæri ýmis bjó til skýin samkvæmt norrænni goðafræði? Rétt. Í hvaða íþróttagrein bætti Erna Sóley Gunnarsdóttir Íslandsmet? Rétt. Hver var bandaríkjaforseti við fráfall Kennedys? Johnson. Rétt. Í hvaða íslensku sjónvarpsþáttum heita aðalpersónurnar Vala og Júlíana? Pass. Hvaðan eru Bulgóki-réttir? Ungarlandi. Ránt. Hvers lensk er 80s synthpop hljómsveitin a-ha? Norsk. Rétt. Hver er höfuðborg Haítí? Port-au-Prince. Rétt. Hver hlut íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir bókina Apríl sólarkuldi? Elísabet Kristjánsdóttir. Rétt. Hvaða pottaplöntu er hægt að nota við brunasárum? Aloe vera. Rétt. Fyrsti íslenski togarinn heitir sannarlega Kút, en það stendur ekki hér hjá mér. En bæðileg svöruð því réttu hins vegar. Já, herri, og bæði liðin kom með það. Þannig að það er bara auka stig á bæði liðin. Við ætlum að fara yfir svörin. Þetta var mjög vel gert hjá báðum liðum. Beyoncé sló metið á Grammy. Akrópólis hæðir í Aþenu. Það eru 4 merkur í 1 kílógrammi. Það var Bauhaus sem að Walter Gropius stofnaði, hönnunarskólinn, Tesco, Sainsbury's, Morrisons og Waitrose er allt matvöruverslanir. Það er Dynjandi sem er fossinn í Arnarfirði sem er einnig kallaður Fjallfoss. Hvaða fyrirbæri til í tegundurum upp niður sérstæða þokki, toppur og botn eru kvarkar. Dagur Dan gekk til liðs við Orlando City á dögunum í MLS. Hinrik Stórhertogi er þjóðhöfðingi Luxemborg. Snæfríður Íslandssól hefur eftirnafnið Eidalín. Já, Kút. Hér stendur 1907, það kemur ekki að sög, það er Kút sem að það er vissulega hægt að gefa rétt fyrir Kút. Þannig að bæði lið fá það. Lággjaldaflugfélagið Ryanair var stofnað á Írlandi. Það lagarapparan sem að hófst á sálmabrotinu as a walk through the valley of the shadow of death er Gangsta's Paradise. John Steinbeck skrifaði Þrúgur reiðinnar. Prómeþei var refsað fyrir að færa mannfólkinu eldinn samkvæmt grískri goðafræði. Pervez Musharraf var forseti í Pakistan. Það var Madonna sem að lék Evu Perón í myndinni Evitu árið 1996. Það var Heilin, Heilin hjá Ými sem bjó til skýin, samkvæmt norrænni goðafræði. Erna Sóley var að slá Íslandsmetið innanhús í kúluvarpi. Lyndon B. Johnson, Johnson var bandaríkjaforseti við fráfall Kennedys. Aðalpersónurnar Vala og Júlíana eru í íslenska sjónvarpsþættinum venjulegt fólk. Bulgóki-réttir eru frá Suður Kóreu. 80s synthpop hljómsveitin a-ha er norsk. Höfuðborg Haítí er Port-au-Prince og Elísabet Jökulsdóttir hlaut bókmenntaverðlaun fyrir bókina Apríl sólarkuldi. Það er Aloe vera sem er pottaplantan sem hægt er að nota við brunasárum og að lokum var það hverju nýr sveitarstjóri í Norðurþingi. Það er Katrín Sigurjónsdóttir. Og MR fékk rétt fyrir Elísabetu Jökulsdóttur. Já. Það var hlustað aftur.
Akkurat. Það þarf að hlusta svolítið á þessu lið. Þau eru svolítið hröð ef að fólk heyri það ekki. En já, hvernig standa þá stigin að loknum hraðapakka? Heyrðu, já, við erum ekki að tala 100% eins ég og Helga en ég heyri betur í henni. Vorum við ekki sammála að þetta væri að því að bæði liðin fá hér? Nei. Er það ekki? Býtu? Nei. Það var svo mikið að spurningum svarað. Já, þú varst að lesa. Þetta er Allavega, við leiðréttum það ef við erum að telja vitlaust, en eins og ég taldi þetta, látum eins og ég hafi alltaf rétt fyrir mér, þá standa stigin þannig að MR er með 18 og Versló með 19 stig. Þið farið þá bara yfir það ef eitthvað breytist, en næst er það staðreyndavillu spurningin og það eru 2 stig í boði fyrir liðin. Þau fá 1 stig fyrir að benda á villuna og annað stig fyrir að leiðrétta villuna. Liðin skrifa svörin niður á blað sem þau eru með hjá sér og við ætlum svo að fara yfir rétt svör eftir auglýsingahlið, en við sjáum nú mynd. Hér sjáum við lista yfir 6 síðustu aðalritara Sameinuðu þjóðanna. Á listanum er ein villa, hver á ekki heima á listanum og hver á að vera þar í staðinn. Liðin svara nú þessu hjá sér og við sækjum blöðin, en við ætlum að taka okkur stutt hlé og komum hér aftur eftir andartak. Á morgnana í hádeginu á hraðferð Krambúðin. 20–30% afsláttur á sófum og svefnsófum, rúmfattalagerinn góð tilboð. Vetraútsalan í fullum gangi sparað 20.000 Birgisson Ármúla. Þú fær blókleður vinnufatnað hjá Sindra. Lokadagar útsölunar alltaf 50% afsláttur GG Sport, stingum af. Borgaðu fljótt og örugglega með Visa í símanum. Mænan er raflína líkama okkar. Ef hún skemmist, lamast maður. Í dag er ekki hægt að lækna þá sem lamast. Þeir þurfa að sitja í hjólastól fyrir lífstíð. Nú hefur alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO ýtt úr vör áratugi aðgerða í þágu taugakerfisins. Með frumkvæðinu gefst þjóðum heims tækifæri til að taka höndum saman og nýta áratuginn til að finna lækningu við lömun og öðrum meinum í taugakerfinu undir merkjum WHO. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til áframhaldandi dáða á þessu sviði. Þínir peningar, þín ákvörðun, þín ávöxtun. Þú munt þakka þér fyrir sparnaðinn. Góð þjónusta breytir öllu. Íslandsbanki. Lífræn grísk jógúrt frá Bíóbú hefur slegið í gegn. Þú verður að prófa. Bíóbú. Lífræn hollusta fyrir þig. Stundum þarf bara einn mann með hugsjón til að breyta öllu. Þess vegna stendur Sven hér í dag og boðar byltingu. Vefverslun Svens. Bara örfáir smellir og þú átt von á sendingu. Framtíðin er núna. Svens.is. Alltaf samkvæmt, alltaf bra. Við höfum fylgt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar þjóðfélagsbreytingar og munum halda því áfram. Allianz tryggir þína framtíð.
voru liðin að svara staðrendavillu spurningunni þar sem við sáum hann nokkra aðalritra Sameinuðu þjóðanna og eitthvað var ekki eins og átt að vera. Já, herði, það var þannig að á þessum lista var hann Desmond Tutu. Hann fyrir friðarverðlaunir hafi Nóbels, hann hefur eins og var aldrei gegnt embætti aðalritra Sameinuðu þjóðanna. Það var Kofi Annan sem gegndi því á þessum árum. Og það skemmst frá því að segja að bæði liðin leiðréttu þetta rétt og bentu á rétta villu, þannig að það eru 2 stig á bæði lið. Það var líka þannig að við skuldum báðum liðum 1 stig úr hraðaspurningum. Þannig að þau kannski æfið ykkur með skýrmælgina næst svo við þurfum ekki að hlusta svona oft aftur. Já, þannig að hraðapakkinu raun og veru fór 2019, Vestló í vil og þar að leiðandi staðan hvað, 22-21. Það held ég nú. Og þá komið að bjölluspurningunum. Þær eru 12 talsins og fyrir hvert rétt svar fást 2 stig. Við ætlum að fá að heyra kannski í bjöllunum ef við byrjum með ykkur MR. Þetta bjallan hjá MR og þá það Verslunarskólinn. Báðar bjöllur virka. Það eins og við viljum hafa þetta. Við förum í fyrstu bjölluspurningu og við sjáum myndir. Þetta voru þær, já, MR sér ekki og Vestló ekki heldur. Þannig að við þurfum að fá þá hreint hvort að þetta komið það núna. Já, þetta voru þær Selma Björnsdóttir, Linda Ásgeirsdóttir, Julian Rose Moriello og það Verslunarskólinn sem bílar. Ég ætla bara að segja þær hafa allar leikið Soli Styrðu í Latabæ. Magnús Levin leikur Íþróttálinn. Þetta ekki fullnægjandi svar. Ég held áfram að lesa. Julian Rose Moriello, Unnur Eggertsdóttir og Chloe Lang. Allar hafa þessar konur leikið sama hlutverk, ýmist á sviði eða í sjónvarpsþáttum. Selma lék hana fyrst árið 1996 og Chloe lék hana síðast árið 2014. Sumar lék hana á íslensku en aðrar á ensku. Hvað heitir persónan á íslensku og hvað heitir hún á ensku og þar dugar fornafnið? Það MR. Sola Styrða og Stephanie. Það rétt svar. Sola Styrða og Stephanie. Kannski fá að sjá þess að dömur sem að sjálfsögðu allar léku hana ýmist á íslensku eða ensku. Stephanie Meanswell heitir hún á ensku en við... Það eitthvað svona óstaðfest að vera á Lazytown wikinu sem eitthvað svona possible last name. Já, þannig að það var ekki krafa, fornafnið dugir hér. Við förum í aðra bjölluspurningu og þá að vesturferðum Íslendinga. Á ofanverðri 19. öld var erfið tíð hér á landi og þúsundir Íslendinga fluttust búferlum til Vesturheims í leit að betra lífi. Fjölmargir söfnuðust saman í Manitoba fylki í Kanada og þar var líka til það sem kallað hefur verið höfuðstaður nýja Íslands, bærinn Gimli. Og þar á bæ rekur fjölmargt fólk ættir sínar til Íslands og stolt af uppruna sínum. Þar Íslendingadagurinn haldinn á sumrin og hann vel sóttur af fólki af íslenskum ættum og hefur jafnframt verið vinsæll á meðal Íslendinga hér á landi. En þetta ekki einu íslensku hátíðarhöldin í Norður-Ameríku. Í bænum Mountain, hinum með við landamærin í Bandaríkjunum, eru líka hátíðarhöld til að fagna íslenskum uppruna. Þar voru Íslendingar sem byggðu bæinn árið 1879 og saga hans nær öll tengd landnámi Íslendinga. Þar stóð meðal annars lengi kirkjan Þingvellir og þar líka að finna minnismerki skáldið Stefán G. Stefánsson sem bjó skammt frá bænum í þessu ríki. Við viljum bara vita, í hvaða ríki Bandaríkjanna þessi Íslandstenging og bærinn Mountain? Og það MR. Já. Já, erum við ekki að hugsa það sama þá? Nú þurfum við að fara að fá svar. Ég segi Norður Dakota. Það rétt svar. Dakota var rétt svar, Norður Dakota. Og við förum í þriðju bjölluspurningu.
Núverandi jarðsögutímabil heitir nýlífsöld, nánar tiltekið nú kvartertímabil nýlífsaldar og ennþá nánar tiltekið nú seinna tímabil kvarterhluta nýlífsaldar. En hugtakið sem notað yfir þetta tímabil það sem við spyrjum Öll skráð saga mannkins hefur átt sér stað á þessu tímabili sem hófst þegar stóru jöklar Pleistósen tímabilsins tók að hopa í lok síðustu ísaldar fyrir 11.000 geislakolls árum. Nafn tímabilsins úr forngrísku og samsett úr tveimur orðum. Það fyrra þýðir heild eða allt og það seinna þýðir nýtt. Nafnið merkir því algjörlega nýtt. Eitt af vinsælustu lögum bandarísku indie-hljómsveitarinnar Bon Iver heitir eftir þessu tímabili. Myndbandið fyrir lagið var tekið upp á Íslandi. Hvað heitir lagið og núverandi tímabili í jarðsögunni og það Verslunarskólinn? Já, bara eitthvað nýjum. Þurfum að vera með svar. Tornjó. Það ekki rétt svar. Það þá MR. Við ætlum að segja þessi Panneos. Það ekki heldur rétt svar. Þetta tímabil og lag Bon Iver heitir Holocene eða Holocene tímabil. Já. Já. Þannig það nú bara. Fallegt lag, fallegt myndband. Frábær hljómsveit Bon Iver. Jú. Þetta kom ekki. Við förum í 4. bjölluspurningu. Hér sjáum við feðga sem báðir voru listmálarar. Þeir voru líka ekki einu listamennirnir í fjölskyldunni. Báðir áttu þeir bræður, Sigmund og Ambrosius, sem líka voru málaðar og Mikael, faðir þess eldri, var einnig málari. Þessir feðgar voru nafnar og gjarnan talað hinn eldri og hinn yngri til að gera grein fyrir hvorn rætt. Sá eldri málaði í síðgotneskum stíl en var síðar leiðandi meðal þýskra málara þegar breytingin yfir í endurreisnarstílinn hófst. Sá yngri hins vegar þekktar en faðir hans, en hann af mörgum talin hafa málað bestu andlitsmyndir 17. aldarinnar. Hann málaði margar myndir af frægum einstaklingum. Hér sjáum við til dæmis málverk hans af Erasmus og það Verslunarskólinn. Þetta Hans Holbein, á yngri og eldri? Það rétt svar. Var Hans Holbein og í söngleiknum 6. Herðu, já, við áttum eftir að fara yfir þarna sem sagt það að hann málaði mynd af Önnu af Cleves sem var sýnd Hinriki Englandskonungi og hann samþykti að giftast henni bara út frá þessari máluðu mynd af henni, falleg mynd af henni og frá þessu sagt í söngleiknum 6 sem náttúrulega fellar þessar 6 eiginkonur Hinriks. Já. Það heilt lag tilengað Hans Holbein sem heitir, já, hann kemur það, House of Holbein. House of Holbein. Þetta mjög flott. Þetta ekki rétt lag, já? Nei. Þetta Þetta söngleikurinn. Fólk voru bara að hlusta á lagið heima. Já. Hlusta á ýmislegt heima hjá sér í dag. Það bara flott. En þetta kom hjá Verslunarskólanum og enn munar stigi á leiðunum, eða aftur munar stigi á leiðunum. Við förum í 5. bjölluspurningu. Kjarasamningar Eflingar á almennu markaði enn lausir og þetta segja að það hef ekki ríkt nein molla í kringum samningalótu stéttarfélagsins við samtök atvinnulífsins. Eflingar eitt stærsta stéttarfélag landsins en félagar þess eru hátt í 30.000 talsins. Stéttarfélagi var stofnað árið 1998 og var fyrsti formaður þess Sigurður Bessason en hann sat sem formaður allt til ársins 2018 þegar Sólveig Anna Jónsdóttir tók við formennskunni. En formannstíð hennar hefur verið æði viðburðarík. Efling var til við sameiningu ýmis annarra félaga á sínum tíma, meðal annars félags starfsfólks í veitingageiranum, verkakennafélag og það Verslunarskólinn. Eitt af félagunum sem þeir eru til úr var Dagsbrún sem eitt fyrsta verkalýðsfélag Íslandssögunnar stofnað 1906. Já, líka Framsókn. Framsókn, já, sem var kvenna, stopp ykkur. Þetta rétt svar.
Þetta var dagskrón sem við vorum að spyrja og við áttum svo sem eftir að fara bara yfir nokkra þekkta forkólfa þess félags. Gvendur Jaka og Héðinn Valdimarsson. Já. En það við fengum ekki tekka fyrir þess. Nei, dagsbrún var það og 2 stig á Verslunarskólann og við förum í 7. bjölluspurningu. Cordyceps militaris eða pöttusveppur sem sníkill og hefur þann eiginleika að geta tekið yfir líkama skordýra stökkbreytist þannig að hann getur tekið yfir heilastarfsemi stærri lífvera þar á meðal manna. Stökkbreyti sveppurinn hefur sýkt stóran hluta Bandaríkjamanna og breytt þeim í stórhættulega uppvakninga þannig að ósýktir þurfa að halda sig í sóttkví. Svo hljóðar forsagan að tölvuleiknum The Last of Us sem kom út 2013 og sló heldur betur í gegn. Í leiknum stjórna spilarar smyglara sem hefur fengið það verkefni að koma úlingstúlku út fyrir sóttkvíarsvæðið og fylginni þvert yfir Bandaríkin. Sagan í leiknum þykir mjög góð og hún var gefin út sem teiknimyndasaga og borðspil og þessa dagana eru þættir byggðir á tölvuleiknum á dagskrá HBO sjónvarpsstöðvarinnar. Þar eru í aðalhlutverkum þau Pedro Pascal og Bella Ramsey sem bæði vöktu athygli fyrir leik sinn í Game of Thrones þáttunum sem sýndir voru á sömu stöð. En við spyrjum, hvað heitar smyglarinn og úlingur og það er MR? Smyglarinn heitir Joel og stúlkan heitir Ellie. Þú meira leikstjórinn. Þið þurfum ekki að svara meira, þetta er rétt svar. Já, það var vitamála þessi keppni er spennandi, æsispennandi. Við ætlum að taka úr smá hlé því nú er komið að skemmtiatriði Verslunarskólans og nefndafélagið er að fara að setja upp sýninguna Hvar er draumurinn og Jón Arnór Pétursson ætlar að syngja fyrir okkur lagið Hjá þér og svo fáum við dans og allt að heila. Gjörðu svo vel. Þegar kviknar á deginum og í lífinu ljós Þegar myrkrið þörfar frá mér Þá er eitthvað sem hrífur mig og útsprungin rós Þá vil ég vera hjá þér Þegar geng ég í sólinni mitt hábjartan dag Lita fegurð blasir við mér Þegar heimurinn heillar mig líkt og töfrandi lag Þá vil ég vera hjá þér Ég vil bæði lifa og vona Ég vil brenna upp af ást Ég vil lifa með þér svona Ég vil gleðjast eða þjást Meðan leikur allt í lyndi Líka þegar illa fer Þegar lífið heldur áfram Þá vil ég vera hjá þér Það er ekki nokkuð spurning að hún til dildar Þessi svanfríður Hjá mér var ég okkar að ég ráði fyrir í old days Eftir að hafa lent í alveg sjúku gargi Hey, gamla svingur, þetta klári gamla húki Skjóttu, á, skjóttu Krókurinn hér, hvenær sem ég komin í gamla formið Hvernig sem fer, ekki stendur á mér Skiptir með gamla normið Krókurinn hér, hvenær sem ég komin í gamla formið Hvernig sem fer, ekki stendur á mér Skiptir með gamla normið Skiptir með gamla normið Hvenær sem ég komin í gamla formið Glæsilegt.
Þá höldum við áfram og við förum í 7. bjölluspurningu og hér spyrjum við fjall. Það 178 metrar á hæð og gangan upp á það fljótleg og hressandi en nokkuð brött. Af tindi þess gott útsýni allt frá Þórsmörk, niður á sjó og til Vestmannaeyja. Fjallið kemur fyrir í Njálssögu en þar áttu Njáll og Gunnar saman skó. Við fjallið fóru fram Húskarlavík Hallgerðar Langbrókar og Bergþóru. Kolur, verkstjóri Gunnars á Hlíðarenda, vóð þá Svart, húskarl þeirra á Bergþórskvóli að skipan Hallgerðar. En Svartur hafði verið við fjallið sem þá kallaðist Rauðuskriður við skógarhögg og kolagerð. Njálssinir sátu líka fyrir Þráni Sigfússinni, föður Höskuldar Hvítanesgoða við fjallið. Eftir umsátrið stökk Skarphéðinn Njálsson sennilega frægasta langstökk Íslandssögunar yfir frosið Markarfljót og klauf höfuð Þráins ofan í axlana svo þeir fjallu niður á ísinn, eins og segir í sögunni. Í fjallinu koma saman mörk austur Landeyja, Fljótshlíðar og vestur Eyjafjalla. Fjallið Móbergseyja af sömu gerð og til að mynda Dyrhólaey og Hjörleifshöfði. Slíkar eyjar myndast við eldgos undir jökli eða í sjó. Hluta úr nafni fjallsins líka að finna í Færeyjum, á 2 eyjum sunnarlega í eyjaklassanum milli Suðureyjar og Sandeyjar. Þessi hluti nafnsins nokkuð sérstakur en og það MR. Já, við erum setja Stóri dímon. Þetta fjallið Stóri dímon, eða þetta dímon? Stóri dímon. Stóri dímon. Það rétt svar. Voru það Færeyjarnar sem sigldu þessu heim? Já, heitir ekki ein litli dímon eða eitthvað? Það bara alveg rétt, held ég. Ég held að sé litli dímon og stóri dímon. Eru þeir ekki upp 2 á það? Var ég ekki komin svona langt, kannski. Allavega, Færeyjarnar, skila ýmsu. Þetta kom hjá MR. Ætluðu við að fá sjá myndina myndina með svarinu, já. Var það ekki fínt? Það osturinn. Við áttum eftir að fara í blá og hvítmygluostin sem ber nafni Stóri dímon. Glæsilegt. Kom hjá MR, við förum í 8. bjölluspurningu og nú sjáum við myndband. Því lagið tengist nýjasta lagi söngkonunnar Miley Cyrus sem kom út í upphafi janúarmánaðar. Miley nýtir sér nefnilega textabrót úr lagi Bruno og talið að með laginu sem Miley að senda fyrrverandi eiginmanni sínum og það MR. Lagið heitir Flowers allavega. Fyrrverandi eiginmaðurinnar Liam Hemsworth. Þau skildu nokkuð svona bersýnilega. Bróðir Liam Hemsworth Chris Hemsworth, hann leikur í Marvel, hann með hugsanlega að fá Alzheimer nýlega, eða þú veist, bráðlega, það eitthvað, hann leika. Flowers, já. Þetta ekki að koma, við höldum áfram. Lagið kom nefnilega út á afmælistegi Liams Hemsworth 13. janúar og í textanum vitnar hún meðal annars í heimili þeirra í Malibu sem brann árið 2018. Hvað sem merkingu lagsins líður engum blöðum það að fletta að það hefur slegið í gegn. Aldrei hefur lagið verið streymt jafn oft á Spotify á fyrstu vikunni frá útgáfu. Lagið hefur náð fyrsta sæti vinsældarlista allan heim og fór beinustu leið á toppinn á bandaríska Billboard-listanum, þar sem það situr enn. Þrátt fyrir að hafa verið lengi þetta lag Miley aðeins annað lag hennar á ferlinum sem kemst í fyrsta sæti listans. Hitt lagið kom út árið 2013 og var að finna á plötunni Bangers. Það komst reyndar ekki í fyrsta sæti fyrir en umdeilt tónlistarmyndband við lagið kom út. Myndbandið var valið það besta á MTV tónlistarverðlaununum og það var leikið eftir víða, til að mynda hér á Íslandi í áramótaskaupinu 2013. Þar söng Jóhanna Vigdís Arnardóttir í gervi Vigdísar Hauksdóttur íslenskan texta við lagið sem hét þá Ég rústa þér. Bæði þáverandi forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og þáverandi fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson voru áberandi í myndbandinu. En við spyrjum, hvað heita þessi 2 lög Miley Cyrus sem komist hafa á toppinn á bandaríska Billboard-listanum, lagið sem kom út árið 2013 og lagið sem kom út nú í upphafi árs. Og það Verslunarskólinn. Lagið sem kom út í upphafi árs heitir Flowers og lagið sem kom út árið 2013 heitir Wrecking Ball. Það hárrétt svar. Bæði geggjuð. Frábær lög. Já. Og góð myndbönd. Góð myndbönd. Rosaleg myndbönd. Miley kann þetta. Já. Kann ýmislegt. Við förum í 9. bjölluspurningu.
Og þá félagaskiptaglugganum þennan janúarmánuð lokið og í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu urðu þau tíðindi helst að met var slegið í dýrustu félagaskiptum í deildinni frá upphafi. Þegar en ungi argentíski miðjumaður Enzo Fernandes gekk til liðs við Chelsea frá portugalska liðinu Benfica. Kaupverðið var 106,8 milljónir punda en Enzo sló meðal annars í gegn á nýafstöðnu heimsmeistaramóti Katar þar sem hann var útnefndur besti ungi leikmaður mótsins. Með félagaskiptunum var slegið tæplega 2 ára met yfir dýrustu félagaskiptin en þau voru þegar Jack Grealish gekk til liðs við Manchester City frá Aston Villa fyrir 100 milljónir punda. Ef skoðuð eru sætin fyrir neðan á lista yfir dýrustu félagaskipti í sögu ensku knattspyrnunar kemur í ljós að einn og sami leikmaður situr og það Versló, fyrirgefðu. Heyrðu, maður sem situr undir sem sagt Romelu Lukaku. Já, og hann var bæði í 3. og 4. Já, hann seldur til Manchester United frá Everton og svo var hann seldur til Chelsea. Enzo Fernandes spilaði með Benfica. Hann frá Belgíu. Ég ætla bara að stoppa þig hér. Hvaða leikmaður þetta? Hann heitir Romelu Lukaku. Já, ég var að sjá meistara Lukaku. Og það svona, átti eftir að koma fram að hann sem sagt bara í efsta sæti yfir þá leikmenn sem hafa verið keyptir og seldir á mestu upphæðina, allt í allt. Já, þetta kom. Já. Það voru sviptingar, skilst mér. Já. Já. Í stigum var nú bara með. Já, ég meina stigin sviftast fram og tilbaka endalaust í augnablikinu Versló með 30 stig og MR með 29. Fyrir við í 10. bjölluspurningu. Þann 27. janúar síðastliðin brutust enn á ný út mótmæli víða Bandaríkin eftir að myndböndum sem sýndu illa meðferð og barsmíðar 5 lögreglumanna á hinum 29 ára Tyre Nichols voru gerð opinber. Lögreglumennir höfðu stoppað Nichols vegna aksturslags hans en Nichols lést 3 dögum eftir viðskipti sín við lögreglu vegna innvortis blæðinga. Lögreglumannunum 5 hefur verið sagt upp störfum og þeir ákærðir fyrir manndráp. Þetta enn eitt málið þar sem lögreglunni í Bandaríkjunum gefið að sök að fara fram með offórsi gagnvart hörundstökku fólki sem hefur verið kveikjan að fjölda mörgum mótmælum á síðustu árum og stofnun hreyfingar eins og Black Lives Matter. Skemmst að minnast þess að mikil mótmæli brutust út í sumarbyrjun 2020 þegar myndband af því þegar lögreglumaður í Minneapolisborg þrengdi svo að hálsi manns með hnénu við handtöku að hann lét lífið. Þetta gerðist þrátt fyrir mótmæli og það MR. Ok, við segjum bara að þetta George Floyd sem var myrtur í Minneapolis. Minneapolis stærsta borgin í Minnesota. Aðrir sem hafa verið, hann hét þarna Derrick eitthvað, minniði. Ok, allavega. Chauvin. Já, Chauvin, einmitt. Svo var það Breonna Taylor sem var líka drepin, ég man ekki alveg hvað ár. Rodney King, hvað ár var þetta? Los Angeles. Já, aðrir frægir sem hafa verið drepnir, til dæmis Steve Biko sem var drepin 1977, Memphis, Tennessee. Það ekki að koma. Bittu. Ég held að þetta hafi komið þarna í lokin. Memphis, Tennessee? Já. Það kom. Það kom! Ég var bara að tala ofan í Memphisin, ég heyrði það ekki. Þetta kom bara þarna alveg í blálogin. Þetta var... Það var verið það kom. Það var verið að leita borginni Memphis, þar sem að, Nichols, þar sem að þessir atburðir urðu á dögunum. Já. Og svo var það George Floyd. Og það, þetta kom alveg bara... Þetta kom á síðustu stundu, en 2 stig á MR. Og við förum í 11. bjölluspurningu og við spyrjum nafn. Nafnið var eitt af vinsælasta í enskumælandi heiminum á 10. áratug síðustu aldar, náði hápunkti árið 1990 í Bandaríkjunum og árið 1999 í Bretlandi. Merkingu þess má rekja til gríska orðsins yfir perlu, þó svo uppruni nafnsins sé velskur. Nafnið tengist til að mynda þessum myndskeiðum.
Og þetta fólk hér tengist nafninu og hefur gert allt frá árinu 1999 þegar sjónvarpsþættir þar sem nafnið er áberandi fóru í loftið. Þau heita Seth MacFarlane og Mila Kunis. Tvöfaldur heimsmeistari í knattspyrnu árin 2015 og 2019, markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins 2019 og það er Verslunarskólinn. Markahæsti leikmaður 2019. Marta eða já, Marta. Nú þarf að... Perla, Marta. Marta. Það er ekki rétt svar. Ég held áfram að lesa. Handhafi gullboltans það ár ber þetta nafn. Hryllingsmynd sem bar þetta nafn kom út í lok síðasta árs og er enn í sýningu. Myndin segir frá samnefndri dúkku sem framleidd er hjá leikfangafyrirtæki og lítur út eins og alvöru Þetta var alvöru, oh my god. Höldum áfram. Lítur út eins og alvöru stelpa. Hún öðlast svo smátt og smátt eigið líf. Eins og þekktasta í heiminum þessar myndir sem ber þetta nafn er fædd í Los Angeles í Kaliforníu árið 1981. Á ferli sínum sem leikkona lék hún lítil hlutverk í kvikmyndunum Get Him to the Greek, Remember Me og Horrible Bosses, en sló svo gegn í sjónvarpsþáttunum Suits. Núverandi eiginmanni sínum giftist hún við hátíðlega athöfn árið 2018 og á hún með honum 2 börn, þau Archie og Lilibet, en hvert er nafnið? Það er Megan. Saman allar Meganirnar. Erum við ekki með mynd af þeim? Þarna er Megan Rapinoe, fótboltakonan, Megan Thee Stallion og Megan Trainor með dansana með Griffin, þetta þarna. Úr Family Guy. Úr Family Guy. Mila Kunis talar fyrir. Já, og Meghan Markle. Nú, þá var komið að síðustu bjölluspurningunni og hér er spurt hlut. Hægt er að búa til svona hluti úr alls konar mismunandi efni við, málmum, leðri, viði, plasti, ull og svo mætti lengi telja. Hluturinn getur þjónað ýmsum tilgangi. Fyrir sumum er hann mjög táknrænn og er hluturinn notaður í ýmsum trúarbrögðum. Hann er til dæmis eitt af 5 K-um síkisma sem eru einkennistákn trúarinnar. Hin K-in 4 eru kesh, vel umhirst hár, hulið túrban, kanga, greiða fyrir hár og skegg, kirpan, bogadregin rýtingur og katsera, hefðbundin undirföt. Hluturinn sem við spyrjum er þar kallaður kara og táknar eilífa trú á Guð. Svona hlutir eru líka stundum notaðir af íþróttafólki, til dæmis í bogfimi og tennis, og þeir eru notaðir í heilbrigðisgeiranum til að miðla upplýsingum, auk þess nota skvísur svona hluti stundum til skrauts. Í sumum menningarheimum getur hluturinn verið táknrænn fyrir vináttusamband og er það þá oftast þannig að ein manneskja fléttar saman strengi og það er MR. Þetta er armband, bara vínaarmband. Bara sem armband. Armband rétt svar. Þetta var armband, en það er komið að síðara skemmtiatriði kvöldsins því að MR-ingar, þeir eru að setja upp söngleikinn með allt á hreinu. Lagið Íslenskir karlmenn. Gærnar eru búin að líma við plaggötin okkar, maður. Mikið lifandi skellingar ósköp eru að lási, maður. Við neitum að láta bjóða okkur hvað sem er. Hvernig þurfum við ekki bara að líma yfir þetta? Ha? Komum ná með lím. Helvitis trúðarnir! Aumingjar! Sáum við hvernig stuðið löpum? Mikið lifandi skelfingar ósköp eru að lási. Við neitum að láta bjóða okkur hvað sem er.
Hákallir hrútsprungur magan og jækjó Og stjórnum við höfum við stafið og stöndum þar enn Og við fer sem fer Og við fer sem fer Við stöndum þétt saman og snúum bökum saman Við stöndum þétt saman og snúum bökum saman Sumir á bomsum, aðrir á flókum 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 Íslenskt þema í keppni kvöldsins sem er æðislegt en nú er komið að vísbendingarspurningunum. Staðan er 35-30 fyrir MR. Framöndan eru 2 vísbendingarspurningar í 3 liðum og svo að lokum er það 3 þrautin. Fyrsta vísbending gefur 3 stig, vísbending nr. 2 gefur 2 og svo þriðja vísbending gefur 1 stig. Við förum í fyrir vísbendingarspurninguna og hér er fyrsta vísbendingin og spurt er sjúkdóm. Þessi kona, Alice Ball, var efnafræðingur og merkileg kona fyrir margar sakir. Hún var fyrsta konan og fyrsta manneskjan af afrískum uppruna til að útskrifast úr Hawaii háskóla og uppgötvanir hennar á eiginleikum plantna hjálpuðu ótal sjúklingum sem hrjáðust af sjúkdómnum sem við spyrjum Meistaraverkinu Ball snerust efnafræðilega eiginleika kafaplantna og það var vegna þeirra rannsókna sem hún var ráðin til að aðstoða við rannsóknir á annarri plöntu, Hypnocarpus victianus eða Cholmugra-tré. Olía úr fræjum trésins hafði lengi verið notuð sem meðal við sjúkdómnum sem við spyrjum en þó það væri skárra en sumar aðrar meðferðir við sjúkdómnum þá var olían ekkert sérstaklega áhrifaríkt meðal. Olían var of þykk til að sprauta henni í æðar, fólk sem innbyrði hana kastaði henni gjarnan upp og hún var svo klístruð að illa gekk að bera hana á húðina. Alice Ball fann upp aðferð til að skilja að innihaldsefni olíunar svo hægt var að gefa sjúklingum hana í æð. Alice lést árið 1916 aðeins 24 ára að aldri og náði ekki að birta niðurstöður rannsókna sinna áður en hún lést. Maður á nafni Arthur Dean stal heiðrinum á uppgötuninni og aðferðin var því lengi kölluð Dean-aðferðin. En það hefur verið leiðrétt og hún heitir nú Ball-aðferðin. Í dag eru til aðrar betri leiðir til að lækna sjúkdóminn en við spyrjum hvaða sjúkdómur er það sem Cholmugra-olía var áður notuð til lækninga. Og það er Verslunarskólinn. Já, bara rauðir hundar. Það er ekki rétt svar. Það er MR. Veistu hvað þetta heitir í Bandaríkjunum? Mjög algengt. Nei, ok, ég var að segja þetta bara, jú. Syfilis. Það er ekki rétt svar. Nei. Við höldum áfram. Það er önnur vísbending. Sjúkdómurinn er krónískur smitsjúkdómur og ber heilbrigðisstarfsfólki skylda til að tilkynna smit til sóttvarnalæknis því sjúkdómurinn telst geta ógnað almannaheill. Sjúkdómurinn barst fyrst til Íslands á 13. öld en honum hefur nú verið útrýmt hér á landi. Hann er hins vegar enn landlægur í sumum löndum, til dæmis Brasilíu, Indlandi og Tansaníu. Fyrr á öldum var fólki sem smitaðist af sjúkdómnum útskúfað úr samfélaginu og sett í einangrun á sérstökum stofnunum eða landsvæðum. Sjúkdómurinn var sagður merki syndir mannsins og litið var niður á sjúklingana. Ekki til bóluefni við sjúkdómnum en berklabóluefni getur veitt vörn við sjúkdómnum enda er bakterían sem veldur berklum og það er MR. Þessi holdsveiki. Það er rétt svar. Hvar kom þetta hjá okkur? Hvar kom þetta? Var þetta... Þau heyri ekkert í mér. Nei. Þau hvað eru fókusurðu. Bara flott hjá okkur. Takk. Bara með þetta. Þá förum við í seinni vísbendingarspurninguna og hér spyrjum við mann. Þetta er haft eftir manninum sem við spyrjum tilvitnun hefst. Ég er borgari þessa heims, tilvitnun lýkur, en þá virtist ekki alveg ljóst hvaða ríki viðkomandi vildi sverja hollustu sína.
En á efri árum fluttist hann til Sviss þar sem hann fjall frá síðar í hárri elli. 2 mánuðum eftir jarðsetninguna röskuðu bíræfnir grafræningjar friðhelgi hans og rændu líkjuna á honum. Síðar barst ekkjumannsins Únu, sem var dóttir leikskáldsins Eugene O'Neill, krafa upp á $600.000 í skiptum fyrir jarðneskar leifar mannsins. Úna vísaði málinu rakleitt til lögreglu sem hafði upp á grafræningjunum 5 vikum seinna og í framhaldi líki mannsins sem hafði verið komið fyrir á Kornakri skammt frá heimilans. Var það fært aftur í sína vígðu gröf en aðalsökudólgurinn í málinu hlaut 4,5 árs fangelsisvist. En hver er maðurinn? Og það er Verslunarskólinn. Er það Orson Welles? Það er ekki rétt svar. Það er MR. Já, viltu ekki bara gíska okkur? Plakhonoff. Það er ekki rétt svar. Við höldum áfram, fyrir mig aðra vísbendingu. Maðurinn sem við spyrjum fluttist frá Bandaríkjunum og til Sviss árið 1952. Raunar yfirgaf hann Bandaríkin hafandi fengið orðsendingu þess efnis að dvalarleyfi hans hafði verið afturkallað. Og til þess að sækjum það á nýjan leik þyrfti hann að undirgangast viðtal þar sem lagt yrði mat á pólitíska og siðferðislega innrætingu hans. Þetta kom manninum ekki mjög óvart, hann hafi verið gagnrýninn á kapitalisma, sérstaklega í verkinu Monsieur Verdoux, sem kom út árið 1947 og í hinu nýtilkomna kaldastríði var honum legið á hálsi að vera hallur undir kommunisma. Árið 2003 var gerður opinber hinn svo kallaði listi Orwells, en þar hafði rithöfundurinn George Orwell komið á framfæri til bresku leyniþjónustunnar nöfnum 35 framámanna og listamanna sem hann áleit leynilega kommunista. En maðurinn sem við spyrjum var fæddur á Englandi, nánar tiltekið í Lundúnaborg og var síðar aðlaður af drottningu árið 1975. Hann var alinn upp af einstæðri móður sem starfað hafði sem leik- og söngkona og dansari en glímdi við mikla andlega erfiðleika. Hann var því á tímabili í fóstri ásamt 2 hálfbræðrum sínum en fann síðar fjölina sína þegar hann gekk til liðs við sirkus og sló í gegn. Hann fluttist alfarinn til Bandaríkjanna ásamt hálfbræðrum sínum 2 árið 1914. Hálfbróður hans George Stryden Whelan starfaði meðal annars sem leikstjóri í Bandaríkjunum og átti þannig eftir að aðstoða mannin sem við spyrjum Hinn bróðurinn, Stanley, sá lengi öll viðskipti við þennan bróður sinn og George er faðir Spencer Stryden, trommara sem var lengi í hljómsveitinni Jefferson Airplane. Að sögn forðast Spencer mjög að minnast á skyldleikan við hinn heimsfræga frænda sinn því hann óttaðist að það kynni að taka athyglina frá hans eigin verkefnum. Þótt maðurinn sem við spyrjum sé ekki þekktastur fyrir tónlist sína, þá var hann drjúgt tónskáld. Þannig samdi hann meðal annars lagið Smile sem var feikivinsælt í flutningi Nat King Cole. En lagið hafði áður komið fyrir í einu verka hans, Hver er maðurinn? Og það er Vestló. Er hann breskur? Chaplin. Já. Það er rétt svar. Þetta var Chaplin nokkur sem að, já, áttu nú eftir að fara hans í bara kannski kvikmyndaferilinn. Já, í og náttúrulega flækingin. Já. Já. Akkurat. Og þetta kom hjá Vestló. Sjávan. Okkar allra besti Chaplin. Já, þarna er kappinn, en nú er komið að þríþrautinni og sem fyrr gefur hún 3 stig. Við sjáum myndskeið og síðan verður spurningin borin upp. Hér sáum við 3 þekktar brýr og við spyrjum í hvaða 3 borgum og það er MR, nei fyrirgefðu Vestló. Þetta fyrsta er Karlsbrú í Prag, seinni er Washington Brú í New York og seinasta, já og seinasta er í Sydney. Hún heitir, ég veit ekki með hvað hún heitir. Bara Freedom Bridge. Þetta er ekki rétt svar. Ég ætla að lesa spurninguna. Í hvaða 3 borgum standa þær og hver þessara borga er fjölmennust? Og það er MR. Já,
Við segjum bara að þetta sé Karlsbrúin í Prag, Washingtonborgin í New York og... Nei, hvað? Þurfum að segja hvað heita. Bara Washingtonborgin brúin í New York og... Ég veit ekki, bara Karlsbrún í Sydney og Sydney fjölmennust. Þetta ekki heldur rétt svar. Þetta var Karlsbrúin í Prag, Brooklyn-brúin í New York og Sydney-brúin í Sydney og það New York sem fjölmennust. Þannig að úrslitin eru ljós hjá okkur eftir þessara æsispennandi keppni í kvöld. Þá það MR Alltaf stemning þegar þessi lið mætast hér í sjónvarpssal. 37-32 lokatölur hér í kvöld. Það MR sem komið áfram í undanúrslit. Verslunarskólinn, við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna og samfylgdina og vera alltaf með frábæran hóp með ykkur. En við sjáum ykkur næst á föstudag. Þá mætast Fjölbrautaskólinn í Garðabæ og Tækniskólinn. En við þökkum fyrir okkur í kvöld. Verið sæl. Þannig að ég hef aldrei séð svona hross áður eða umgengist og mér fannst hún vera svona yfirnáttúruleg og þess vegna skýrði hana álfadís. Við þurfum alls konar gerða mannfólki til þess að öllum líði vel og það eins með hrossin. Landinn, sunnudag á RÚV. Það bara til eitt son í heiminum, eitt son í heiminum, eitt son í heiminum, eitt son í og svo framvegis. Stór og jafnvel stærsta mannfjölda stjórnunar aðgerð sem við höfum lent í. Við gerðum náttúrulega mörg mistök, ég get nú alveg sagt það hér. En ég held að við höfum lært af þeim og leiðrétt mörg. Landinn, sunnudag kl. 19:45 á RÚV. Skilgreiningin á forleik hefur breyst með aldrinum hjá mér. Forleikur í rauninni bara jafn mikilvægt og allir aðrir partarnir, sko. Forleikur fyrir mér í dag svona að við erum tengd og þú veist, og við erum svona hlý og það nándin. Það að fara að hitna í kólunum. Já, þú ert svo hot.